ég syng alltaf af rosalegri tilfinningu og oft þegar ég er inn í stúdíóinu þá bara tárast ég þegar ég er að syngja því að tilfinningin þarf að vera svo mikil. Mér finnst það vera númer 1, 2 og 3 og þú verður að skilja tilfinningun í textanum sem þú ert að syngja. Er það auðvelt í laginu sem þú syngur í Eurovision? Þú getur rétt ímyndað þér, þetta er alveg þvílíkt trefafullt lag. Þetta er konu sem er ástfangin af manni og maðurinn er ástfangin af einhverju allt annarri konu og þetta er alveg bara grátlag dauðan, sko. Þannig að það er alveg nóg af tilfinningunum sem maður getur náðið þar. Jú, maður undirbýr sig kannski aðalega andlega, bara svona reynir að vera slakur og rólegur og til dæmis eins og þetta, að fara aðeins bara út á sjó og njóta kyrrðarinnar, horfa á stjörnurnar og hafa það bara gott. Ég er hérna bara með strákana mína og við erum búin að vera aðeins að veiða og það er bara yndislegt. En þetta er kannski svona besti undirbúningur. Við ætlum okkur svo sannarlega að gera þetta helmingi betur en við gerðum í undankeppninni. Nú erum við komin í úrslit og þá þarf maður að taka öll droppur út úr erminni. Þetta er sem sagt svona okkar daglega rútína. Það er að mæta hérna niður í átak. Aquaspa hérna maður. Og Aquaspa, við byrjum yfirleitt daginn á því að fara í body jam tíma hjá Beggu. Og svo svona líka, þú veist, Eurovision dansspórin sem hún var aðeins að fara yfir með okkur. Ég reyndi að skilja okkur, ég þarf að taka þau, ég er trommari. Já, bara betra, þetta er bara líka eflir hópinn og að vera allir saman í þessu. Fylgjast þeir eitthvað með sjónvarpinu? Heldur þeir hafi fylgst með keppninni? Þeir fylgja með, auðvitað, sér það. Hann er nýbúinn að læra að kjósa, hann kann númerið mitt. En kæmustu þá í sögubækurnar í Færeyjum ef þú færir fyrir Íslands hönd? Já, ég held ég myndi koma bæði í sögubækurnar í Færeyjum og Íslandi. Því þá má ekki senda útlending út fyrir ykkur áður. En það væri bara heiður að geta gerst það. Ég hef ekki hugsað beint úr því að koma í sögubækurnar. Er það fótsnyrting fyrir Laugardalskvöldið? Já, þeir eru einmitt sko Gunni, Óla og Viggi sem vantar hérna. Þeir eru núna í... Þeir voru að draga okkur í fótsnyrtingu. Við sögðum, nei strákar, er það ekki svolítið, þú veist. Hvað fannst það aðeins svo mikið, sko? Já, nákvæmlega. Þannig að við ætlum bara að vera, þú veist, bara eins og við erum. Við þurfum ekkert að láta snyrta þetta. Nei. Þeir eru eins og þeir eru. Og hvað myndur þú segja að dagarnir færi svona mest í núna? Bara þetta, svona þennan andlega undirbúning og svo bara eins og segi, taka úr vél og setja í vél og brjóta saman og renna alltaf yfir atriðið þá meðan ég er að taka úr vél og setja í vél. Sigur viljið þinn, er hann mikill? Hann er mikill, já, hann er mikill. Ég bara finn, ég er alveg tilbúin.